Við ætlum að athuga núna hvar mesta stemmingi verður í Reykjavík, Hafnarfirði eða Kópavogi þessa helgina. Og við erum ekki að láta þetta hérna hvíta yndislega stöða okkur. Já, það er næsta helgi. Það er sannlega stór helgi í skemmtanalífinu. Það er náttúrulega föstudagur, laugardagur og sunnudagur. Áramóta helgin og það er langt síðan að hafa komið 3 daga samliggjandi. Venjulega er þetta bara gamlárskvöld og nýárskvöld. Og gamlárskvöld og nýárskvöld verið skipta svolítið þannig að yngra fólki fyrir út á gamlárskvöld. Þá er svona kannski þeir sem eru orðnir aðeins eldri vilja vera heima bara með heimapartíum og þess háttar og fara síðan á nýársfögnuð. Nú hins vegar komið 3 dagar, föstudagur, laugardagur og sunnudagur. Þannig að andinn í loftinu er svolítið þannig að föstudagskvöldið verði jafnvel stærra heldur en gamlárskvöld. Og við erum búin að vera að vinna svolítið eftir þessu plani hér á austur og verðum með greiðlega flott, já bara partí á föstudeginum. Danni Deluxe verður að spila hér og mikil gleði. Síðan á laugardagskvöldið, gamlárskvöld, þá erum við að vinna í svona ákveðnu verkefni sem ég get ekki uppljóstra eins og staðan er núna því að það er verið að vinna í þessu með erlendum aðilum. Og ef það tekst, þá er það gríðarlega stórt og flott partí sem að, já, getur að fara fram hjá neinum. Þannig ég vil ekki segja meira um það. Og síðan er það náttúrulega nýársfögnuðurinn okkar sem að er haldið núna 3. ári í röð. Sem er náttúrulega glæsilegasti nýársfögnuður bæjarins. Þar sem að við erum með 5 rétta glæsi máltíð. Og síðan náttúrulega skemmtiatriði náttúrulega eins og við gerum skapa best. Við erum Loga Bergmann sem veislustjóra, við erum með hljómsveitina Human Woman sem spilar. Ara Eldjárn í uppistandi, við erum með Margir sem spilar undir matnum. Og þetta fórdrykkir og drykkir og síðan fylgir Smirnoff-flaska á hvert einasta borð. Þannig að þetta verður klárlega flottasti nýársfagnaðurinn í ár eins og undanfarin ár og það er nú þegar svona auðvitað að verða uppselt í hann. Það er eitthvað laust, kannski 20-30 miðar. Þannig að það erum ekki að drífa sig að panta 568-1907 annarkvort hér á austur eða líta inn á heimasíðuna austursteikhús.is. Það er Elva frá English. Þú ætlar að segja okkur hvað er að gerast hérna næstu 3 dagana á djamminu. Já, við erum með lifandi tónlist, Trúbadóra öll kvöld og það er fótbolti alla daga og það verður opið hérna alveg langt fram til morgni á áramótum og við erum með svaka áramótapartí. Það verður frítt inn og við erum með lukkuhjólið á þessum stað. Alltaf 4 lukkuhjólið? Alltaf 4 lukkuhjólið. Já, það er það. Rífljónar. Jæja, við erum með Finn hérna frá English Pub í Hafnarfirði. Hann ætlar að segja okkur hvað er að gerast á gamlárskvöld. Já, gamlárskvöld. Við þurfum að byrja að opna á hádegi þetta. Það er eitthvað fótbolti hérna fyrir þá sem vilja hita upp. Opna til 5, það er leikirnir búnir. Svo tekur Júli við hérna eftir miðnætti. Ok, Júlla Disco, hvað er það? Heyrðu, það er hann Júli. Hvað var ekki, hann? DJ Júli bara. Ok. Hann er í Hafnarfirði, víst. Já, góðsögn í Hafnarfirði. Góðsögnin. Ok. Hann ætlar að skemmta fólki hérna fram undir öllu. Frítt inn? Frítt inn, alltaf frítt inn. Fjögur stykki, vel gert. Diskokúlan er þetta, hún er komin upp. Jæja, við erum með Árna hérna frá Spot sem ætlar að segja okkur nákvæmlega hvað er að gerast þessa áramóta helgi. Já, góðir landsmennir hérna hjá okkur á föstudaginn og Dalton á gamlárskvöld, Buddy og Dalton og svo er nýársgleði með Sálinni og við erum byrjað með Fossulu á Sálaballi, það var mikil stemmingi fyrir. Ok, stútvöld prógram. Já, mikið spurt. Og leikir, hún er leiki hérna einhverja? Já, með alla leiki yfir daginn sem verða sýndir bara í beinni. Það er slett. Ok, síðan vonandi.